Þorleifur, menn að tala að það sé skandall og eitthvað þar fram eftir götum ef Grindavík verður ekki meistari. Hefur orðið var við þá umræðu? Ekkert gríðarlega, en ég get samt svona ekkert alveg verið sammála umræðu því að þetta bara ný keppni og þó svo okkur hefur skoðum sem séum efstir þá gekk okkur brösul í mörgum leikunum og vorum að vinna svona á loka mínútum. En hérna, ég get ekki verið sammála að vera eitthvað skandall að við vinnum þetta ekki, en við erum sjálfsögð að fara inn í þessu úrslitakeppni til að vinna þetta og eins og flest liðin. Fólk gerir klárlega ráð fyrir það. Þið sópið Njarðvíkingum út í sumarið, unnið á með 20 stigum í lokaumferðinni, eitthvað sem við þurfum samt að varast í þessari seríu. Já, bara varast að við mætum tilbúinir. Ef við mætum tilbúinir þá hefur við yngra ágjörð þessu, en ef við ætlum að mæta eitthvað værukærir og halda þetta koma bara upp í hönduna á okkur, þá erum við bara hreinlega að fara að tapa móti Njarðvík, því að þeir eru náttúrulega bara að fara að selja sér dýrt og gera sitt besta. Það var raun og verið enga að tapa. Það var frábæran árangur hjá þeim að vera með ungu strákana og komast í úrslitakeppnina. Ef við hugsum fyrst og fremst það að mæta tilbúinir og spila okkur leik, þá hef ég engar áhyggjur af þessu. Einar, það nú margir búnir að spá því að þið séu einfaldlega bara á leiðinni í sumarfrí á sunnudag. Já, það var skemmtilegt komment hérna bara þegar þjálfararnir voru að fara svona yfir stöðuna. Það var talað að vera 7 lið sem ættu möguleika, sem teldu sér eiga möguleika á titlinum og þykist vita að það sé verið að vitna í okkur sem þetta 8. lið, en hérna þetta nú svo yndisleg íþrótt og að þetta svo langt frá því að vera eitthvað sem við erum að horfa í að við sem að leiðin í sumarfrí. Við erum bara að fara í leik á 50-daginn og við hugsum alls ekki lengur en það. Þessi fólki kannski segir þetta þegar það tekur mið af þessum lokaleik í lokaumferðin. Það sem haldið ykkur í 61 stíu á heimavelli og vinna með 20 stigum. Hafið þið svona einhverja ásað upp í erminni sem þið getur nú kastað í 8 helga á félögum? Sko, við náttúrulega vitum sem að, eins og segir, við töpuðum leiknum samfærandi heima á mótiðum þarna í næst síðustu umferð endar og það var svo sem fátt í spilunum í þeim leik og línur eins og drengir og meðal manna og eitthvað í þeim túr sem voru látið falla og kannski ekkert ástæðulausu. Við vorum bara veikir fyrir á svellunni í þeim leik en við vitum þó sem að liðið okkar hefur sýnt miklu betri hliðar heldur en í þeim leik á mánudegi fyrir rúmri viku síðan og við bara trúum því að við náum að kreista framistöðu sem hljóðar upp á okkur miklu betra og getum strítt þessum risa sem við erum að fara að mæta, sko. Og þá þökk sé þeirri reynslu og þeim lærdómi sem þetta unga lið hefur aflað sér í deildinni í vetur eða hvað? Já, ég meina við erum búin að fara í gegnum ýmislegt. Ég meina við erum náttúrulega bara ánægðir með það að vera í úrslitakeppni. Við okkur var spáð falli og við mistum heilt körfuboltalið frá okkur og mikla reynslu og gerðum okkur grein fyrir að það brattan að sækja. Ég held að það hefur fáir svona spáð því að við myndum vinna svona sem liðin sem við erum búin að taka í vetur og við erum ekki búin að vinna Grindavík í vetur en það allt hægt í þessu og við ætlum náttúrulega, eins og segja, að leggja allt í sölurnar á 50-daginn og samhliða því að njóta þess að fá að taka þátt í þessu og náttúrulega sækja þessa reynslu sem að strákarnir fá út úr þessu. Þá ætlum við sjálfsögðu að gera allu að sitt. Sama hvenær tíðrætt sumarfrí kemur, þá ætlum við ekki að sleppa en að spyrja hvort það veri borgarir og klæðnaður eða sútari í bóði úrslitakeppninni. Já, það er sko ein af gullnu reglunum sko þegar kemur í þennan tímabili sko, það er bara að taka einn dag í einu og í dag er bara þriðjudagur sko. Þannig að mánudagur mér svo, þannig að það er svo langt í þetta að við erum ekki farin að hugsa svo langt sko.